Þetta til hamingju með sigurinn. Geturðu talað eins hvernig þið byrjuðu leikinn? Hvað klikkaði eiginlega í fyrsta leikluta? Við tókum 5 frákast held ég í fyrsta leikluta, heild, sem er góð lítið. Við vorum að forsta fullt af töpuðum boltum. Það var svolítið hægari í róteringunni, ég held að það var ekki Sólínu með 14 stig í fyrsta leikluta. Og 4 og 4 væntanlega í þristum á þeim tíma. Og þannig að við vorum hægari í róteringu, skilja eftir einhver sóknarfrákast og eitthvað stóð. En svo var þetta líka bara, þær voru góðar, þær voru að hitta og þær voru að búast til flott skot. Þannig að það þarf að gefa þeim kredit fyrir það líka. Hvað gerðu þið til þess að snúa þessu við? Hvar fannst þér svona vendipunkturinn vera? Þegar Dagbjört, Sam og Begga komu inn á og svona byggu til aðeins öðruvísi effort fyrir okkur sem að hina síðan bara byggu upp og stóðu sér vel með að framkvæma sömuleiðis, að þá fór þetta að ganga betur hjá okkur. Þannig að það er mikilvægt skilið fyrir hvernig þær komu inn í hennar leik. Það er aðeins talað það að þið ættuð hana Símónu inni og það virtist aðeins að staðist í fjórða leikluta. Hefur hún alltaf verið svona góð, bara ekki verið að sýna í leikjum hingað til? Hún getur auðvitað gert betur heldur en að hún gerði í síðustu 2 leikjum og hún er mjög flott í fyrsta leiknum sem spilaði fyrir okkur. Þetta er svolítið svona öðruvísi leikmaður heldur en við erum með hérna heima. Hún var fyrir því óheppið að fara úr lið þannig á móti Haugum í fyrsta leikluta og það hefur bara aðeins háð henni sem að mér finnst bara þokkalega eðlilegt. En hún þarf bara að halda áfram að spila svona. Við höldum að hún geti hjálpað okkur heimilið. Sérðu fram á að þú liðið þurfa að breyta einhverju fyrir næsta leik á móti Keflavík? Það var ekkert sérstakt atriði sem að mér fannst ganga neitt sérstaklega illa í dag sko. Það er svona auðveldara að finna þegar maður tapar. Við þurfum bara að horfa á teipið og finna hverjir áherslupunktarnir verða fyrir Keflavíkurleikinn. Það er alveg pottþétt eitthvað. Allt í lagi. Til hamingju með sigurinn enn og aftur. Takk.